Núverandi stjórn hefur lagt sitt af mörkum að komandi kosningar verði lýðræðislegri en áður. Ég vona að kosningabaráttan verði í kjölfarið málefnaleg og ný stjórn nái að styrkja samtökin enn meira en nú er. Takk. Já, takk fyrir þetta. Næst leyfum við frambjóðendum að kynna sig og sín áherslumál á 2 mínútum per einstakling sem að minni reynslu afskaplega skammur tími, þannig að ég mæli sterklega með því að fólk komi sér að efninu hratt. Það er stundum sagt á þinginu að það er hægt að segja hæ og bæ í 2 mínútna ræðu og reyndar er hægt að hafa 2 mínútur af engu ef maður svo kýsa. En við byrjum bara hérna á vinstri hliðinni. Bara svona cirka 2 mínútur, ég ætlum ekki að vera eitthvað rosalega erfið með tíman en við þurfum þó að gæta þess að það sé hér sanngirni í þeim tíma sem fólk har. Takk fyrir, já, Guðmundur heiti ég starfa við Háskóla Íslands í stjórnsýslu þar og sækir semst eftir þessu að verða formaður Neytendasamtakanna. Ég hef setið 2 ár í stjórn Neytendasamtakanna, það er að segja 2012 til 2014. Fékk ágætis reynslu þá af starfinu, tók þátt í þessari klassísku umræðu verðtrygginguna og húsnæðislánin og allt það og hefði gjarnan viljað að Neytendasamtökin hefðu verið svona harðar í horn að taka í þeim málum, í þeim efnum heldur við vorum á þeim tíma. Mér fannst svona að Neytendasamtökin gefa svolítið eftir þessa baráttu til annarra samtaka eins og Hagsmunasamtaka heimilina og slíkt sko. Ég tók líka þá í baráttu fyrir öðrum málumnum eins og græna skráargatinu sem að einhverju hluta vegna stjórnvöld höfðu ekki séð ástæða til þess að innleiða hér á landi en voru náttúrulega komið í gagnið annars staðar á Norðurlöndum og það skilaði árangri og við fengum loksins græna skráargatið á skýrið okkar og brauðið og víðar. Ég var síðan kosinn formaður Landverndar árið 2011 og starfaði það sem í 4 ár sem formaður, 2 tímabil og það var miklu svona, já, vaxtarskeiði í því tímabili samtakanna. Félagsmenn fóru úr 500 í 4000 og tekjur margfölduðust og þess háttar, þannig að ég hef reynslu af því að svona rífa samtökum svolítið upp og ég vona að ég geti nýtt á reynslu þó í þetta starf. En hvað er komin langar tíma? Svona slefar 2 mínútur eftir. Já. En áherslurnar eru náttúrulega, við þurfum kannski svolítið að bara huga strax að innviðunum að efla skrifstofuna eins og hún er. Við þurfum að gerast sýnilegri á samfélagsmiðlum, vefnum og svo framvegis í fjölmiðlum. Ég held að það sé eins mikilvægt það er og að vera fagleg eins og núverandi varaformaður nefndi að þá þurfa samtök eins og Neytendasamtökin líka að vera mjög sýnileg í fjölmiðlum og tala hátt og skýrt. En ég held að, og við þurfum að fjölga félagsmönnum alveg klárlega, þeim hefur fækkað undanfarin ár, við þurfum að snúa þeirri þróun við og ég held að sko blómatími Neytendasamtakanna hefur alltaf verið þegar Neytendasamtökin eru þekkt í samfélaginu fyrir eitthvað eitt baráttumál. 84 þá var það baráttan gegn grænmetisölu landbúnaðarins sem að seldi neytendum ónýttar kartöflur og þá fjölgaði félagsmönnum mjög mikið að því að Neytendasamtökin tóku þá baráttu upp í sína arma að binda enda á þessa einokunarverslun grænmetisölu landbúnaðarins og ég held að við þurfum að finna okkur eitthvað, Neytendasamtökin þurfum að finna sitt stóra mál og ég held að það sé til dæmis, það þarf að vera andstæða við okkur sem að viðgengst í bankakerfinu að mínum að. Takk fyrir það. Má að bjóða þig? Takk. Ég heiti Rán og ég tilheyri hópi fólks sem að dreymir allsherjar upprisu almennings og svona ég sé það sem lið í því að reisa Neytendasamtökin svolítið upp og við höfum haft vikulega fundi sem eru opnir bara fyrir öllum, einhverjum á miðvikudagskvöldum og ég er svona mjög mikil áhugamanneskja starfssamfélög og að við getum allir hafa eitthvað og fólk getur þá hópast saman það og leita til hvers annars og
já, við verðum að viðurkenna að samtökin hafa ekki verið nægilega sterk, einmitt, ég geri mig grein fyrir fjárskorti og erfiðleikum sem hafa verið og það er alls konar hugmyndir fjármögnun, frekari fjármögnun og ef við bara tökum sem dæmi einhvern veginn hlutfall bara með stjórnsýslu á Íslandi og í Noregi að þá reiknast einhverjum svo til að þau gætu haft 45 manns í vinnu með sem sagt að fá sama peningaflæði og norsku neytendasamtökin fá. Og það er náttúrulega, ég bara vorkenni starfsfólkinu að þurfa að fá að hafa þetta allt á herðum sér. Þannig að okkur vantar sterkari fjármögnun og meiri kraft þar af leiðandi og þannig að það eru svona 3 meginatriði sem ég ætlaði kannski að minnast á sem fjármögnun og félagsgjöldin ein og sér duga ekki. Svo að ég er ennþá að melta svona hugmyndinar verkalýðshreyfinguna sem að Ragnar Þór kom með eða hvort það væri einhver svona partur af sérstökum skatti sem að geti runnið í þetta. En við þurfum alltaf að passa að samtökin séu náttúrulega óháður aðili sem hægt að treysta. Þannig að traust almennings þarf að vera gjörsamlega óskorðað fyrir samtökin. En ég sé alveg möguleika á einmitt að það sé hægt, jafnvel að lækka gjöldin. Ég meina að þú þarft að leita til samtakana, þá bara 5.800 krónur svolítið mikið fyrir marga. Kannski endamánaðarins eða eitthvað. Og þá frekar sé ég fyrir mér annars konar fjármögnun heldur en að standa falli með því. Og það þarf að standa vörð rétt neytenda, svo sem skila rétt möguleika hópmálsóknum og líkt og tíðkast í Danmörku. Og þá ég að tala hópmálsóknir sem að hafa alvöru slagkraft, ekki og það sem eru háarsektir eða fangelsisdómur þar sem fólk þarf persónulega að bera ábyrgð á því að fara ekki bara út í verðlagið einhvern veginn eða þessi 15.000 kall sem að eitthvað olíufélag þurft að borga einum aðila og það bara mjög erfitt núna að fara í hópmálsókn þó að á pappírunum til sé það mögulegt. Og ég veit að það var eitthvað erfitt með talsmann neytenda og svona, en á hinum Norðurlöndunum það er bara gjöf Norðurlandana ombudsmann. Það til heimsbyggðarinnar og já, ég sé það öðruvísi fyrir mér. Það er samstarf milli neytendasamtaka og að lokum bara, þeir þurfa að vera bara sterkur, ákveðin málsvari, óháðafl, virðing, traust, siðferði. Það er það sem ég sé fyrir mér. Þakka fyrir þetta. Já, Breki heiti ég Karlsson. Kannski áður en ég byrja vil ég þakka fyrir Pírötum fyrir að bjóða til þessar funda. Þetta er eina stjórnmálahreyfingi sem hefur svona sýnt þennan áhuga og kannski í því samhengi kannski gaman að geta þess að það hefur einn þingmaður í 10 ára á starfi mínu sem forstöðumaður stofnunar fjármálalæsi. Það hefur einn þingmaður óskað eftir fundi við mig á fyrrabæði. Það er Helgi Hrafn. Þannig að eitthvað verið að gera hér rétt. Mér finnst mjög gott þegar Stefán Hrafn kemur inn á fagmennsku og traust og rannsóknir. Ég, eins og ég segi, stofnaði stofnunum fjármálalæsi fyrir 10 árum síðan og allt starf þar hef ég byggt á rannsóknum. Bæði mínum eigin, ég hef á 30 ára fresti gert rannsóknir á fjármálalæsi Íslendinga, en einnig erlendis, þar sem ég bæði hef gert rannsóknir á samanburðarrannsókn á fjármálalæsi 14 OECD-landa og verið í samstarfi við OECD og fjölmörg önnur samtök svo sem Aflatún og Child and Youth Finance International, auk þess að sitja í rannsóknarráði OECD í fjármálalæsi, sem heitir International Network for Financial Education. Það er ótrúlega gott og í mínu starfi allavega að geta svona piggybackað á annarra landa reynslu og af því að við erum svolítið gjörn á á Íslandi að reyna að finna alltaf upp hjólið. Við getum átt í miklu meira samstarfi, ekki bara hér heima heldur líka erlendis og það kemur kannski að einu áherslumálinu mínu. Það er samstarf bæði við innlend og erlend neytendasamtök. Og annað áhersluatriði væri þá að halda áfram þessari
endurskipulagningu, fjárhagslegri endurskipulagningu innan samtakana, bæði þá á kostnaðar- og tekjuhliðinni. Það væri náttúrulega æskilegt að lækka félagsgjöldin eða koma upp einhvers konar afsláttarkjörum eins og er til dæmis í Danmörku, í Tenk, sem ég starfaði með í starfi minni hjá stofnunum fjármálalæsi, og þar til dæmis boðið upp að borga mánaðarlega eða þá að hjón fá afsláttarkjör og ódýrara fyrir nemendur og svo framvegis. Þannig að það er alls konar svona öðruvísi tekjumögulegur, og síðan eru þeir líka með svona vottunarkerfi þar sem þeir taka sér að votta fyrirtæki og þannig að þau séu neytendavæn. Það er eitthvað sem væri kannski hægt að hugsa með annars konar tekjum. Þriðja svona áherslumálið væri miðlun í svona víðustu mynd, og það er þá að kæmi inn á að fagmennsku og traust að efla neytendavitund við þegar ég byrjaði fyrir 10 árum þá var orðið fjármálalæsi ekki einu svona til í íslenskri tungu, og núna er það meira sem komið inn í námskrá grunnskóla og framhaldsskóla, og já, þannig að það er margt sem við getum gert, bæði bara það að halda upp á dag neytendaverndar 15. mars á hverju ári, með því að gera eitthvað stórt og með öðrum hagsmunaaðilum, þá myndum við gera vel, og með því að leggja áherslu á þetta og á þess að hvika kannski frá megin starfinu, sem náttúrulega er að sinna alltaf 9.000 málefnum sem koma inn á borð, mögum ekki gleyma því, 9.000 málefnum sem koma á borð samtækna á hverju ári, þá getum við vaxið og orðið ennþá stærri og öflugri neytendasamtök, og svo breið fylking og þrýsti hópur sem við eigum öll skilið og okkar samfélag þarf á að halda. Takk fyrir þetta. Ég ætla að hafa þann háttinn á að þegar ég fer að missa þolinmæðina þá hvísla ég tími að, kannski ég vona að trufla ekki, en við verðum að halda áfram. Ég veit þetta er stuttur tími, en endilega gjörðu svo vel. Já, Guðjón Sigurð Björnsson heiti ég. Ég er viðskiptafræðingur og já, pírati, ég hef verið pírati, ég vona að það skemmi ekki mikið fyrir. En allavega að starfsreynsla kannski segja frá því að ég náðist fyrsta starfið eftir að ég var viðskiptafræðingur hjá Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar, sem nú heitir Velferðarsvið, fjármálastjóri, og síðan fór ég í rafveituna, Rafmagnsveitur Reykjavíkur, sem nú heitir Orkuveita Reykjavíkur, það er svolítið síðan sko, og var það líka fjármálastjóri í 9 ár, og síðan fór ég í einkarekstur og var með fyrirtæki sem hét Tanni auglýsingavörur, og við seldum það eftir 20 ára starf og svo. Síðan núna verið að byggja upp nýtt fyrirtæki sem er á sviði heilbrigðisþjónustu. Ég geti segið að það er svona í burðarlinu, þannig að ég ætla ekki að hafa mörg orð hvað það gerir. Nú já, ég hef verið áhugasamur neytendamál í rauninni mjög mörg ár, þannig að ég er svona aðalega fengið útrás fyrir þann áhuga í greinaskrifum og skrifað ýmislegt og aðalega hefur það reynda verið í sambandi við landbúnaðarmál og verðlag matvæla sem er óþarflega hátt á Íslandi. Eins og þið vitið þá náttúrulega það eru tollar á matvöru sem er nánast eini vöruflokkur sem er tollarinn í landi, og neytendasamtökin hafa verið á því að það er að lækka tollana og auka samkeppni í landbúnaðarmálunum, og þannig að enda er það nánast sjálfsagt þegar málið er skoðað vel ofan í kjölinn, að þá er það bara öllum til, það er bara tímanna tákn, það er bara þróunin fram á við, og neytendur mjög til hags út af. Þannig að ég er svolítið brunni fyrir því, og það eru fleiri mála á sviði neytendamála sem ég er brunni fyrir, og sem fengið að reyndar að vera starfandi svolítið í, það er reyndar ekki mjög virka nefnd í neytendasamtökunum matvæli og landbúnaðarmál. En síðan varðandi, það hafa verið á sveimi mjög áhugaverðar hugmyndir
hvernig mætti endurreisa Neytendasamtökin, efla Neytendasamtökin mjög verulega og það búið að minnast á þær hugmyndi hérna og ég tek undir þær. Það náttúrulega aðalega ef það tækist að fá þá sem að hafa svolítið peninga milli handana. Það hefur nú verið minnst á til dæmis í verkalýðshreyfinguna að hún hefur náttúrulega mikið hag af því að við segja, sko, barátta almennings hún náttúrulega snýst mikið sem sagt bara betri lífskjör og hvernig betur við, það ekki bara að hækka launin, það er líka að það sé hagkvæmara ódýrara að lifa í landinu og það eru vextir stórt mál og við vitum öllum umræðina íslensku krónuna og það stendur svolítið í okkur að taka stór skref í því en það hægt að taka minni skref þangað til að það hægt að taka stærri skref og þannig að það bara mikið verkefni framöndan og maður hefur alveg áhuga að taka nátt í því og í þessu fram í það. Takk fyrir það. Já, Jakob S. Jónsson heiti ég og starfa núna sem leiðsögumaður og nú meira að segja undirbúa kjarabaráttu fyrir þeirra hönd sem ég hef vonað verði góður undirbúningur fyrir starfi Neytendasamtökunum ef svo fer. Ég bjó lengi í Svíþjóð, kynntist þar neytendamálum og sæki svona dálítið hugmyndir í þann rann eins og félagar mínir hér á vinstri hönd hafa nokkuð lýst yfir og ég vil reynda taka undir öll þeirra stefnumál og gera bara að mínum, þetta var flott af þeim. Og ég á eflaust eftir að taka undir baráttumál Ástu sem mér hér á hægri hönd. Ég sé ýmislegt til ykkar í hagsmunasamtökum heimilanna sem ég hrifinn af. Nú, ég hef áhuga á því að vinna neytendamálum og hef nú meðal annars svona það síðasta, það var að taka þátt í stefnumótun stjórnmálaafls í neytendamálum og ég vil vinna að því í samvinnu við nýja stjórn og starfsmenn Neytendasamtakanna að efla samtökin. Ég sé fyrir mér á svona 2 árum sem kjörtímabilið milli þinga að það ætti að vera hægt að allavega stefna langleiðina upp í 30-35.000 meðlimi. Það finnst mér ekki óeðlilegur meðlimsfjöldi í þessum samtökum. Ég vil efla fjárhag samtakanna. Mér finnst eðlilegt að samtökin eigi að hafa það mikið fjármagn undir höndum að þau geti verið óháð öðrum hagsmunaaðilum í landinu og ég vil efla neytendasamtökin þegar kemur að umræðu þannig að ekkert gerist í málum neytenda í þessu landi öðruvísi en menn heyri rödd neytendasamtakanna. Þannig vil ég hafa það. Takk. Já. Þetta var bara spott. Þetta var líka innan tímamarka sem var mjög heppilegt. Hvað var þetta langt, Helgi? Þetta var 1 mínúta og 54 sekúndur. Það er mitt. En gjörðu svo vel, Ásthildur. Takk fyrir. Komið sæl, ég heiti Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Ég er kennari og en hef undanfarið 1,5 ár líka verið formaður Hagsmunasamtaka heimilanna. Ég ætla ekki að ræða neitt alls konar, ég get alveg tekið undir öll þau mál sem hér hafa verið nefnd, en hitt svona mál, ég held að forgangsröðun Neytendasamtakanna þurfi að vera svona skýr, svo til öll mál eru neytendamál, við getum næstum sett hvert einasta mál undir þann hatt af því að þannig er það bara, við erum öll neytendur, en það er enginn sem gefa sig út fyrir bara neytendamál og hreina neytendarétt nema neytendasamtökin, það er enginn í rauninni sinnt þeim málum nema þá þau og svo kannski Hagsmunasamtök heimilanna og samtök leigjenda. Aðrir eru ekki að berjast fyrir því sem bara hreint og klárt er að kalla réttindi neytenda. Ég að sjálfsögðu er mjög brennd af því sem ég er búin að upplifa á brotum og neytendarétti og hef náttúrulega barist núna í 10 ár bæði bara fyrir mínum réttindum og svo fyrir réttindum núna þeirra sem hafa lent í brotum á fjármálamarkaði og þannig að ég vil taka þessa baráttu neytendasamtakanna í stórum máli
Ég vil taka, við þurfum að vera með hérna að sjálfsögðu góða neytendaþjónustu sem fólk getur leitað ef það á því brotið, gaflu peysa eða hvað það er, það þarf að vera fyrir hendi að sjálfsögðu. En ég vil að neytendasamtökin fara í stóru máli, það þarf að efla bara baráttuna við hérna tryggingafélögin, bankana og olíufélögin, verðsamráð, allt þetta, þessi stóru mál sem að einhvern veginn hafi ekki verið teknir, þetta er stóri slæði sem hafi ekki verið teknir. Og ég vil að neytendasamtökin séu þannig að þau stígi inn þegar það er brotið á einhverjum, til dæmis við þekkjum öll dæmi einhvern sem að leita til held til þess að vera tryggðan og tryggingafélagið segir bara nei. Þetta er smáleitur en það fari ekki með. Ég vil að neytendasamtökin stígi inn í það. Ég vil að þau taki mál og fari með þau fyrir dóm, fyrir sérstaklega verið fordæmisgefandi mál, fari með þau og berjist og taki þessi slægi til þess að láta þessi félög, þess að risa, hvort sem eru bankar eða tryggingafélög og annað, vita á því að þau komist ekki upp með svona framkomu gagnvart neytendum. Vegna þess að í rauninni, eins og asnallt sem það hljómar, að það er fjöldi neytenda sem í rauninni gerir svo auðvitað tvært á þér. Af því að við erum bara öll einhvern veginn í okkar eigin hópni og við höldum öll að við séum ein og það er svo auðvelt að tvista okkur. Og neytendasamtökin eiga að koma þar inn og þau eiga að taka þessar stóru slægi, þessi prinsippmál og berjast þannig að stóri risar komast að því að þeir geta ekki hafa sér svona. Og þá er ég líka að tala um stjórnvöld, þannig að stjórnvöld er svo sannarlega ekki barnanna best og hafa brotið illilega á neytendum á undanförnum árum, að minnstakosti og örugglega lengur. Þannig að þetta er svona það sem að ég myndi brenna fyrir og ég er alveg búin að gera alveg stefnuskrá og veit alveg hvað ég myndi vilja fara í. En á sama tíma, þannig að ég vil svona kannski, ég vil meina það, við þurfum að berjast, við þurfum að berjast með skýra forgangsröðun en samt líka vera sveigjanleg til þess að taka þau mál sem uppkom. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Nú það vildi svo til að við fengum spurningar frá frambjóðendum sjálfum og bárust 5 spurningar sem við ætlum að fara hérna aðeins yfir og fá svar frá öllum frambjóðendum þannig að þeir hafa fengið að stjórna svolítið svona fyrstu spurningunum svo förum við út í sal á eftir. En ég ætla að reyna að fresta þess að frambjóðendur svari spurningunum stutt eins og þetta er sá liður sem að margfaldast mjög auðveldlega og verður mjög fljótlega mjög tímafrekur. En samt þannig að fólk komið samt vonandi sínu aðeins, síðan getum við líka að fara út í meiri umræður þessi einstaka atriða eftir, þetta er svona meira til þess að koma okkur á stað. En fyrsta spurningin sem ég ætla að spyrja á, ég ætla að byrja á öfugri röð í þetta sinn og byrja á að spyrja þá spurningarinnar hérna. Ætla frambjóðendur að gera formennskuna að starfi? Því að byrja á því að adressa þessa spurningu. Þetta er góð spurning. Ég er náttúrulega búin að vera í sjálfboðaliða starfi núna í 1,5 ár sem formaður Hagsmunasamtaka heimilanna og þannig að ég treysti mér alveg í það. Hitt er svona mál að ég myndi að sjálfsögðu frekar vilja fá að vinna í þessu að fullu starfi en ég get hins vegar alveg sagt ykkur það að áður en ég verð ráðinn inn þá er ég alveg búin að ákveða að annar maður verður ráðinn inn sem verður samtökum líka til gagns. Þannig að ég bara segja að mér finnst það ekki vera forgangurinn að ég verði ráðinn inn sem í fullt starf. En já, ég myndi að sjálfsögðu vilja stefna því vegna þess að það er ekkert ámannleggjandi endalaust að gera þetta í sjálfboðaliðinu. Jakob. Já, þetta er nú spurning sem er dálítið erfitt að svara hér og nú. Ég myndi nú í fyrsta lagi banna svo að ég standi frammi fyrir þessari spurningu í raun. Þá heldur það sé rétt að líta kannski fyrst til fjárhagssamtakana eins og þau eru. Nú ég tek það fram að ég hef tekið þátt í félagsstörfum frá því að ég var krakki og aldrei þegið krónu fyrir. Og ég mátti bjóða mig fram til formanns neytendasamtakana til þess að verða ríkur á því. Hins vegar tel ég náttúrulega ekki óeðlilegt að það sé stefnt að því að samtökin eigi sér talsmann á launum, hvort sem það er formaður sem er eðlilegt eða framkvæmdastjóri sem er ekkert óeðlilegt heldur. En eins og ég segi, þarna verður formaður, nýkjörinn, að mínu viti að bera þetta undir stjórn. Stjórnin verður að marka stefnu,
og hún verður að byggja á raunhæfu mati á fjármála afli samtakana eins og það svo má við endurskoða það næsta ár og þar næsta, en eins og engin ákvörðun til í mínum huga, engin stefnu. Guðjón? Já, ég get eiginlega alveg tekið undir þetta sem að Jakob að segja hérna og Ásta líka að mér finnst þetta mega ráðast svolítið af því hvað hérna af fjárhag og síðan nánari ákvörðun stjórnar / landsþings. Þetta var nú rætt á síðasta landsþingi hvort að þáverandi ég held að við segja á landsþingi frekar en eftir að hann hafði að huga á því svo sem þá náði kjöri að verða í hálfu starfi. Það mætti mikilli andstöðu á þinginu og svoleiðis að það svona síðan eru nú náttúrulega liðin nokkur ár þar sem það hefur ekki verið launaður formaður held ég, nei segja, og ekki hefur veitt af út af fjárhagnum, þannig að ég ekkert viss að samtökin þoli bara launaðan formann til að byrja með, allavega ekki, ég geti ímyndað mér sko að það væri svona kannski 1/3 af launum eða eitthvað svoleiðis og þá væri þetta svona eins og launuð stjórnarformennska, en ég myndi samt vilja láta þetta ráðast að vilja félagsmanna bara svona eftir umræður. Takk fyrir það. Já, mér skilst og þau kannski leiðréttið mér sem betur þekkið að þetta sé á færi stjórnar að taka ákvörðun slíkt, hvort að stjórnarformaður sé á launum eða ekki. Mér skilst líka að Jóhannes á þessum tíma hafi ekki verið á launum sem formaður heldur að hafa verið starfsmaður samtakana og því að þá leiðir mig ef ég fyrir með rangt mál. Þannig að ég held að þetta snúist líka sko, náttúrulega fyrst og fremst dýst hvort að samtökin hafa efni á þessu og ég myndi vilja skjóta þannig rótum undir tekjuhluta samtakana að þau geti gert það, því að það svolítið skrítið að formaður þessara samtaka sé einnig að starfa úti á vettvangi sem hugsanlega gæti verið í einhverjum konflikt við síðan einhver máli varða samtökin. Þannig að þetta svolítið snúið mál, en ég held að það væri farsælla að hafa formaður sér starfandi og þá kannski á skrifstofu eða eitthvað. Takk fyrir þetta. Já, ég hafði ekki hugsað þetta framboð allavega svoleiðis að ég væri að sækjast upp í starfi og svona ég tel persónulega að það sé gott að hafa bæði formann og framkvæmdastjóra sem sagt ekki sem manneskina. En svona uppleggið mitt að allt sem gerist í þessu ákvörðun stærri hóps. Það ekki mín ákvörðun. Þannig að svona, já, það bara stuttu máli. Mín hugmynd þetta. Takk fyrir það. Ég myndi kjósa að sinna þessu sem bara, sem sagt, hvað ég var að segja, hlutastarfi eða sem félagsstarfi. Mér sýnir svona af reynsluna dæma, ef við skoðum það bara, að þá hefur það ekki gefist vel að hafa formann starfandi gegn tíðina. Það að segja, ég held að það séu flesti sammála að það hefði kannski mátt skipta oftar formann á þessum á síðustu áratugum sem við getum talað í rauninni. Þegar formaður orðinn starfsmaður þá fer náttúrulega menn ósjálfrátt fari það að verja sitt eigið starf, lífsviðið væri Þannig að menn kannski eða fólk hangir þá kannski svona á þessu lengur en heldur en kannski gott fyrir samtökin. Og síðustu átök innan stjórnarinnar spruttu einmitt upp út af starfskjörum og deilum það hvernig starfsformaðurinn ætti að vera launaður. Og mér finnst líka bara af reynslu minni frá Landvernd að það sé gott að hafa í rauninni bara öflugt lið á skrifstofu og svo stjórn sem að síðan hefur svona yfirsýnina og svona sparkar þá í rassinn á starfsfólkinu ef það er ekki nógu vinnur ekki nógu hratt og vel. Þannig að ég sé líka kosti við það að hafa þessa bara aðgreiningu að stjórn sé ekki starfandi inn á skrifstofu samtaka. Þannig ég myndi gera þetta, það ekki stefnan að gera þetta starfi. Takk fyrir þetta.
Það einn spurning sem að mér langar að spyrja ykkur sem að sum ykkar fóru svolítið inn í ræðum ykkar, en hún þessi. Hvers vegna það sé mikilvægt að efla neytendasamtökin, sé það álitið ykkar að svo sé, að það sé mikilvægt, og hvað þá hægt að gera til þess að styrkja þau? Þetta sinna allir aftur að snúa við og byrja á Guðmundi. Þetta spyrja okkur hvort við viljum efla samtökin. Já, og hvað sé hægt að gera til að styrkja þau? Hvað sé hægt að gera? Já, ég held að, eins og ég tek undir það sem hefur komið hérna fram að það mjög öflugt starf innan neytendasamtökin. Það mjög öflugt fólk á skrifstofunni sem að veita fólki þessa ráðgjöf ef það lendir í einhverjum vandræðum og svo framvegis. Þannig að við megum ekki gleyma því, En það sem þarf að gera, eins og ég nefndi hérna áðan, blómatíð samtakanna hefur verið þegar samtökin hafi fundið sér eitt mál sem að á sér frjóan jarðveg í samfélaginu, og það mjög mikilvægt að við finnum það mál, og ég held að miðað við umræðina og hvernig andrúmið í samfélaginu í dag, að þá hljóti það að vera, eins og ég sagði áðan, bankarnir og þetta okur sem að fólk upplifir, og við þurfum að fara að bæði að vera duglegri við það svara og að mótmæla því sem að bankarnir að gera. Þannig að núna, ég tók eftir í gær eða fyrradag, þá verið að tala að Íslandsbanki var að hækka húsnæðisvexti. Fjölmiðlar hér tala við hagfræðing sem segir að þetta sé stéttarfélögunum að kenna. Að byrja strax að tala það, að væntingar stéttarfélöguna séu að valda því að vextir og húsnæðislánum hækki á Íslandi. Í Ástralíu það sama að gerast, það að skapast þar húsnæðiskreppa núna, og þar eru bankarnir byrjar að hækka vexti. Leið kemur fjármálaráðherrann fram og segir heyrðu, þið getið ekki bara skammtað ykkur ágóða eins og ykkur þóknast. Þið verðið að útskýra hvers vegna það að hækka þessa vexti. En hér eigum við bara að vera þakklátt fyrir það að hafa fengið bara lánið í upphafi og svo bara borg við það sem að bankarnir dettur í hug að rukka okkur fyrir það. Þessi mál, þetta stóra mál sem ég held að við ættum að neytendasamtökin þurfi að setja á oddinn, og í kjölfarið myndi held ég félagsmönnum fjölga og stemningin skapast í kringum samtökin. Takk fyrir það. Ég vek athygli á því að það eru fleiri spurningar og það komið upp nokkur sinnum fjármál, neytendavernd á fjármálamarkaði, og það koma fleiri spurningar upp í sambandi við þetta, þannig að við reynum að hnitmiða svarið að spurningunni hverju sinni. Það held ég að fá meiri tíma setna út í aðra spurningar sem þá líka koma út úr sal, fyrir það að ég gef orðið ef þið biðjið það í umræðanum á eftir. En gjörðu svo vel. Já, takk. Mér finnst neytendasamtökin þurfa að taka stóru málin, og ég bara rosalega heit fyrir því að við höfum bara þetta tæki sem alveg hópmálsókn til þess að bara fyrir þá sem að svína á okkur hægri vinstri, að þeir finni í alvörunni fyrir því, og þau bara finna að þeir komast ekki upp með þetta, samkvæmt það eru bankarnir eða bara olíufélögin eða tryggingafélögin, hver svo sem það af því að þetta náttúrulega bara út allt, og bara allt þetta okur sem alls þar í kringum okkur, af hverju svona dýrt að kaupa í matinn Ég veit bara, það kostar pening að flytja vörur út allan heim, ekki bara til Íslands. Það jafnvel bara ódýrara að sigla þeim heldur en að keyra þau út alla Evrópu. Og ég held að það sé ekki eina ástæðan fyrir að við séum með hátt vöruverð. Og ég vil bara betri kjör fyrir almenningu og það sé mögulegt að lifa hérna á þessu landi og bara eiga heimili og borða og kannski líka njóta þess aðeins. Og ég held að við getum alveg á margan máta styrktu fjárhagslega. Takk fyrir þetta. Til að árætta spurninguna þá hún hvers vegna þessi mikilvægt að efla neytendasamtökin og hvað sé hægt að gera til að styrkja þau. Freki, gjörðu svo vel. Já, það er náttúrulega að við verðum að efla neytendasamtökin. Öll fyrirtæki eru með sína stjörnublaðamenn í forsvari og þau eru öll í einhverju þrýstihópum sem eru að þrýsta á stjórnvöldum hitt og þetta. Við neytendur höfum bara neytendasamtökin. Hvað við getum gert? Jú, við getum byggt á fagmennsku og trausti. Við þurfum að opna samtökin aðeins betur. Við þurfum að treysta á lýðræðið í þeim líka. Við þurfum þetta er fín hugmynd að berjast fyrir einhverju einu máli, en ég legg til að við leggjum það í hendur félagsmanna. Hvað er það sem brennur á félagsmönnum? Og við getum gert einhvers konar skoðanakönnun og
komist að þessum á lýðræðslegan hátt. Takk fyrir það, Guðjón. Má ég bregðast þessu? Tökum eina umferð og svo skal ég ykkur bregðast. Bara að benda áherslur Neytendasamtökin eru til, það verið unnið á þingi og það er einmitt fjallað þetta. Guðjón. Jú, eins og Friggi kom að sko að það eru mjög sterkir sérhagsmunahópar í þjóðfélaginu. Það er náttúrulega, sko, við tökum bara Bændasamtökin. Það er hvað? Til skamms tíma þó voru þau með svona 500 milljónir til ráðstöfunar á hverju ári. Þau náttúrulega sendu ákveðin stjórnsýsluhlutverki sem hluta til hefur verið flutt núna í MAST. Og það er búið að breyta því að þau eru ekki lengur að fjárlögum að þessu liði skils mér. En það er bara sem dæmi hugsunarháttin í þjóðfélaginu. Og síðan, það sem héti eins og LIU heitir núna hvað? SFS. Já. Sko, þetta er geysiöflug félag. Ekki að neytendur séu í baráttu við það félag, en svona er þetta að þeir sem hafa hagsmuna að gæta, þeir leggja pening í það, en við erum svo dreift. Og við náum þessu seintu virðist vera með félagsgjöldum. Það þarf mikið sterkt hugafar almennt til þess að það verði raunverulega. Þannig að það þarf aðra leiðir til þess að finna út þessu og þingið er ekki að gera þetta. Og af hverju er þingið ekki að gera þetta? Það gæti nú verið, Helgi geti kannski svarað því en það er hugsanlega sko að skilningurinn einhvern veginn, hann er svona í einhverju gömlu fari sem frumframleiðslu greinarnar við verðum að hafa borða og þá verður bara að slá niður allar raddir sem er ekki á þeirri línu sko að efla frumframleiðsluna og allt það og ekki vera að trufla þetta sko, þetta verður að fá að ganga áfram. Þannig að þetta er nú svona hluta til einhver gamall arfur en spurningin hversu hratt komast yfir, ég átt okkur á því bara almennt séð að það er allt fyrir að hugsa almenningur á að hafa gott og eins gott að hægt er og hvernig gerum við það og það er svona hugafar sem við þurfum að efla og þá þarf pening í það. Hver er það að borga það? Já, mér líst vel á verkefnisviðinu að þau gera það og ef að þau gera það Formann VFR bara hafði mjög góð orð það hérna daginn fundi að hann myndi vilja leggja það til í samningunum núna að það er bara prósenta af gjaldi til við vitum það sko í samningum hafa verkalýðsfélögin ákveðna peninga þau eru geysiöflug, ég man ekki hvað marga 10 milljarðar þau eru í sjóðum og þetta er sem af því að þau eru með samninga, þetta er fast en við erum alveg í lausu lofti með þetta en eins og hann Ragnar hafði á orði sko að það er þetta sko þó við myndum leggja hann talaði bara hvað 350 milljónir eða meðan voru fannir að tala 600 milljónir sko nú var þetta veltaði 70 milljónir að þá myndi þetta allt koma tilbaka til almennings vegna þess að hann myndi þá eiga betra í fullu téð við þessa sterku hagsmunaaðila, sérhagsmunaaðila. Þannig að þess vegna þurfum við að gera þetta og þannig getum við farið að því svona einhver ótrúð myndi ég náttúrulega. Takk fyrir þetta. Og eins og ég er nú hallur undir það að taka undir orð meðframbjóðanda míns hérna það að Neytendasamtökin eigi að helga sig einu máli þá verð ég nú að hérna segja að það er nú mín skoðun að Neytendasamtökin mega ekki og eiga ekki að vera eins máls samtök. Hversu mikilvægt sem við teljum einstök mál vera og erum reiðubúin að setja þau í einhverja forgangsröð, þá verðum að gera okkur grein fyrir því að forgangsröðunin er jafn margvísleg og neytendur eru margir. Okkur ber að sinna öllum málum af afli. Börn, unglingar, eldri borgarar, innflytjendur, einstæðar mæður, einstæðir feður, launþegar í þessu landi, það er hellingur af aðilum sem eru hvenær sem morgun, dag, kvöld og nótt, reiðubúin að níðast á þessum hópi, klekkja á þeim, svindla á þeim, pretta á þeim, hafa af þeim fé, okra á þeim. Og þessum hluta eiga Neytendasamtökin að opna dyrnar fyrir, berjast fyrir, taka þátt í að bæta þeirra kjör sem neytendur
Og þannig sé ég fyrir að neytendasamtökin geta eflst bæði með tilliti til meðlimsfjölda og meðlimfélagsgjalda en líka að hagsmunasamtök eins og launþegasamtökin sjá sér hag í að koma að þessu starfi því eins og þú nefndir Guðjón, þessi peningar skila sér aftur. Þeir gera það. En við verðum að horfa á alla breytina. Við megum ekki missa eitt einasta smáatriði úr þar ef neytendasamtökin eiga að vera fyrir alla neytendur. Það er greinilegt að fólk hefur eitthvað sem ískilum í hérna. Ég var að reyna að útskýra sko, hvernig við myndum ná í gegn í umræðinu. Ég var ekki að segja að við ættum að hætta að sinna öllu öðru heldur en bara verðtryggingu og lánum og þess að það. Heldur að benda á til dæmis að ég held til dæmis þegar neytendasamtökin fóru í það að berjast gegn mygluðum kartöflum og félagsmunum fjölgaði alveg gríðarlega, að þá hættu þau ekki leið að sinna öllu öðru. Ég er ekki að segja það, ég er bara að segja að við þurfum að hafa eitt mál á oddinum og þannig náum við gegn í þessari flóknu og erfiðu samfélagsumræðu sem er erfitt að standa upp úr í. Ok, allt í lagi að hoppa svona inn í stutt, þannig að við viljum virða mælendaskránna og gefa öllum færi að því að tjá sig ást. Já, bara því að beindu orðum að mér. Algjörlega fyrir. Hvað segir þið? Ég ætla bara að hafa stutt. Hvers vegna á eftir neytendasamtökin? Vegna þess að annars er bara vaðið í fólk og réttindi neytenda ekki virt. Og hvernig á að fara að því? Ég held að neytendasamtökin fara virkilega að láta sig kveða með sjáanlegum hætti og í stóru málin og berjast fyrir þar sem að það er sjáanlegt, vegna þess að fólk verður að fá að sjá og finna að það sé eitthvað fyrir þessi gangi og berjist í rauninni bara fyrir réttlæti á öllum sviðum og sérstaklega þeim stóru að þá muni fjölga félagsmunum. Já, þetta var mér alltaf stutt, þannig ég ætla að byrja á næstu spurningu bara að hafa megin líka. Það er leið. En þakka ykkur fyrir þetta. Næsta spurning, ítreka, þetta eru spurningar sem komu frá frambjóðendum sjálfum. Það er ekkert upplýst hver spurði hvers, en þetta er svona til þess að þeir geti sjálfur aðeins stjórna því hvað þeir vilja fá fram og hvað þeir setja sínar áherslur sjálfur. En næsta spurningin er í sambandi við verkalýðshreyfinguna, það er að segja að hvaða marki neytendasamtökin eigi samleið með verkalýðshreyfingunni og hvað þau geti lært af þeirri endurreisn sem er að fara fram það. Ég vel að viðurkenna, ég veit ekki hvað er átt við með endurreisn hana, en ég vona að þið geti frætt okkur um það. En ég ætla að byrja á Ásthildi. Já, ég held að þetta sé nú að báða vegum neytendasamtökin geti lært af verkalýðshreyfingunni og vonandi geti verkalýðshreyfingin eitthvað lært að allavega einhverjum hagsmunasamtökum neytenda. Það sem að þú spurðir fyrirgefðu, ég datt bara hvaða samleið neytendasamtökin eigi með verkalýðshreyfingunni? Auðvitað eigum við samleið með verkalýðshreyfingunni eða við eigum að eiga samleið með verkalýðshreyfingunni. Það hins vegar, við skulum ekki gleyma því að það eru nýjir hlutir að gerast í verkalýðshreyfingunni sem með þessu sem að kallaði vorið í verkó og með því fólki er hægt og þeirri hreyfingu geta neytendasamtökin átt samleið en fram til þessa hafa í verkalýðshreyfingunni verið öll sem að hafa staðið gegn réttindum neytenda og það er alveg staðreynd að til dæmis að samtök eins og Hagsmunasamtök heimilanna ætti ekki eins og þurfa að vera til ef að bæði verkalýðshreyfingin og neytendasamtökin hefðu gert það sem þau átt að gera á þeim tíma og ef að verkalýðshreyfingin hefði, segjum að neytendasamtökin hefðu tekið stöðu sem þau hefðu átt að gera á þeim tíma og gerðu ekki ef þau hefðu ætlað að gera það og verkalýðshreyfingin hefði verið með ítök þar inni þá hefði verkalýðshreyfingin komið í veg fyrir það á þeim tíma og þannig að neytendasamtökin þurfa náttúrulega að vera algjörlega óháð og ég eins og segi en hittir svo annað, ég náttúrulega veit það bara, ég er í Hagsmunasamtökum heimilanna, við erum höfum alltaf átt gott samstarf við Ragnar Þór sem kemur upp í Hagsmunasamtökunum í rauninni og kannski bara ágætt stæmi, bara síðast í dag kom grein sem ég og hann skrifum saman og þannig að sjálfsögðu, við eigum að vera stefnir á sömu hlutum, við eigum að vera að vinna því saman en á sama tíma þá eru neytendasamtökin þau verða að vera óháð verkalýðshreyfingunni og verkalýðshreyfingin, við eigum ekkert að vera, hún á ekki tóða henni spotta hjá neytendasamtökunum, en heitir svo annað að það verður að vera samstarf eða það er svona
hvað að segja, ég veit ekki alveg hvort ég get beint samt samstarf en þú veist, já ég tek bara eins og okkar tengsl eins og hagsmunasamtökanna eins og við Ragnar Þór og að við, þú veist, við vitum okkur stöður, við styðjum hvort annað og allt það en það ekki þannig að við förum og segja hei, megum við gera þetta eða eigum við að gera þetta eða neitt þannig. Við tökum okkar ákvarðanir en við erum alltaf stefnir í saman. Eins og staðan í dag og verður vonandi, sem sagt, þá meina ég, það eru breytingar í verkalýðshreyfingunni og vonandi geta neytendasamtökin unnið á góðan hátt með þennan framtíð. Takk fyrir þetta. Jakob. Já, það spurt að hvaða marki neytendasamtökin í samleið með verkalýðshreyfingunni í ljósi endurreisnar verkalýðshreyfingarinnar. Ég vil nú sjá fyrir mér svona einhvers konar farsælt hjónaband. Þar sem eiginmaðurinn hefur farið á námskeið í vitundarvakningu og er að átta sig á nýju hlutverki sínu í nýju samfélagi. En bæði verða áfram að virða sjálfstæði hvors annars og þau eiga að hafa mjög traustan og vel vottaðan kaupmála. Já, þakka þér fyrir það. Guðjón. Já, verkalýðshreyfingin hún náttúrulega nánast viðöll og það ef skilningu verkalýðshreyfingarinnar sá að það séu lífskjörin sem skipta máli, ekki bara kauphækkanir, það sé oft eins og lítur þannig út að það þurfa að berjast í síðasta blóðdropa fyrir kauphækkun og við vitum hvernig sagan hefur sýnt að það hefur verið. Ég ekki á móti bættum kjörum, ég vil betri lífskjör og það verið skilningur á því og það eiginlega aðalmarkmið neytendasamtakanna líka, betri lífskjör almennings með ýmsum hætti og þar með fer þetta bara alveg saman og í ljósi fjármögnunarvandans sem í neytendasamtökunum þá þetta mjög áhugaverð leið en það verður að gæta þess að við séum ekki einhverjum vasa á eða stjórna og það var þessu umræðu það þarna á þessum fundi sem að vitnaði til að daginn að það hvernig þá mætti haga því að það væri ekki stjórnarmenn væri ekki að koma og segja þið bara missið peningin ef að þið gerir ekki þetta eða þetta það stór hætta að það komið stóran fjármögnunar þannig að þetta vandi en þetta atriði sem þarf að fara í gegnum og skoða hverju getur verið þarna og hvernig mætti til að fjármagna samtökin og hvernig mætti sem sagt koma í veg fyrir hagsmunaárekstra sem að samtökur sem fara saman, hagurinn fer saman en það gætu verið hagsmunaárekstra. Takk fyrir það. Mér finnst þetta áhugaverð spurning og þá förum við bara en við erum að vera að tala hjónaband þá finnst mér allan að þetta vera fjárbúð af því að rugla saman reytum og alls konar erðamál og eitthvað svona sem tengist hjónabandi sem og þá förum við aftur á rótina og það kannski líka það sem við þurfum sem neytendasamtök að spyrja okkur til hvers eru við til hvers eru neytendasamtök og þó að það séu ákveðin mál og ákveðin snertifletir á ýmsum málefnum í varðar verkalýðsfélögin og jafnvel stjórnmálasamtök þá held ég að neytendasamtökin verði alltaf að vera óháð ekki tengt pólitískum öflum, ekki tengt verkalýðsfélögum, ekki tengt öðrum félögum því að við erum með mjög skýra og góða stefnu og mjög ítarlega málefnaskrá og ég held að það að bara og á samanskapið getum við líka náttúrulega eru ýmis samlegð með kannski öðrum neytendafélögum en sem eru að berast fyrir hagi neytenda en ekki kannski verkalýðsfélögum og stjórnmálaöflum. Já, takk. Já, svona ég sé þetta svona sem rosalega góð fyrirmynd hvernig Efling til dæmis og VR og mér finnst líka svolítið spennandi svona væntanlegt forsetakjör í ASÍ hefur náð til breiðari hóps fólks meira til ungs fólks
heldur en hefur verið. Það hefur verið erfitt að fá ungt fólk í félagsstörf og ég sé svolítið meira líf í því núna og hvernig hefur tekist að mynda sterka samstöðu byggða á kröfum grundvallar réttlæti og svona skýra myndina af því við hvernig við erum að kljást og við erum svolítið kannski að kljást við sama aðilann, auðvaldið og nýfrjálshyggjuna. Þannig að ég sé bara mjög sterka snertifleti milli þessara samtaka og verkalýðshreyfingarinnar og mér finnst augljóst að endurreisnin að færa verkalýðshreyfinguna aftur í tengsl við fólkið sem hún að þjóna og á að þjóna og það það sem við þurfum að gera líka í neytendasamtökunum og bara alveg svona mikilvægt fyrir þessi samtök og bara fólki finni bara líka að röddin mín skiptir máli. Þú veist, ég ekki bara eitthvað svona og heilsan mín og velferðin og fjölskyldan mín. Og svo líka annar svona snertifletur sem ég sé að það er ekki bara lægsta verð sem skiptir alltaf alla máli, þú veist. Til dæmis að þú ert mjög fátækur og getur bara fengið núðlur, það eru mjög óhollar fyrir þig. En það þarf líka að skoða gig economy, svona hagkerfið mjög gagnrýnið og verkalýðshreyfingin hefur verið að því. Og ef lægsta verð fæst til dæmis með því að níðasta fólki og draga úr vernd launafólks og lækka almenn laun og þá held ég bara betur heima setið. Og það náttúrulega bara beggja hagur. Við sitjum náttúrulega báðum megin við borðið. Og svo eru aðrir svona hagsmunir sem að skipta máli líka fyrir framtíðina og nú daginn í dag sem eins og umhverfismál og að við getum treyst í að við séum að kaupa vörur sem ekki skaðlegar okkur og umhverfinu og svona með fjármögnunina þá fannst mér þetta mjög áhugavert að pæla í þessu en ég mjög sammála því að þessu með kaupmálan eða góð líking og en ASÍ hefur til dæmis gert þetta. Við sjáum hvernig virkarrekið og hvernig Janus fór út úr ASÍ og þetta eru svona sameiginlegir hagsmunir þannig að ég svona mikið að pæla í þessari hugmynd með fjármögnunina. Takk fyrir það, Guðmundur. Já, ég held við ekki að nálgast þessa umræðu út frá peningum. Það er að segja að stéttarfélögin kom einhvern veginn inn og fara að kosta neytendasamtökin. Fínt eða geta lagt eitthvað til og allt það en svona samstarf þarf að vera til út af sameiginlegum hagsmunum, sameiginleg sín, ekki bara það að einn geti fjármagnað hinn. En ég held að slagkrafturinn, ef tvær svona sterkar hreyfingar eða geta komið saman, þá eykst slagkrafturinn ótrúlega mikið og það er til mikils að vinna að stéttarfélög og neytendasamtökin geti unnið saman. Þegar ég var í náttúruverndarhreyfingunni þá endum við til grænnar göngu 1. maí og gerðum stéttarfélögin alveg brjáluð. En síðan settist við bara niður með þeim, ræddum málin og árið seinna að þá endum við sameiginlega til göngu 1. maí og börðumst þá fyrir almannaréttinn. Það er að segja að fólk fá að ganga frjálst hér landið án þess að jarðeigendur geti í rauninni lokað á það og á akandi vegfarendur líka. En þannig að við eigum að reyna að finna sameiginlegan flöt með stéttarfélögunum og það er hægt, það er nóg af þeim og ég nefni bara sem dæmi verðlagseftirlit. ASÍ heldur utan verðlagseftirlit og neytendasamtökin gáfu það í rauninni frá sér á sínum tíma. Ég veit ekki hvort að neytendasamtökin eigi endilega að koma inn í verðlagseftirlitið. ASÍ á bara auðveldara með það, þau hafa sterkari skrifstofu og geta unnið þetta betur en við eða neytendasamtökin. En neytendasamtökin gætu í rauninni aðstoðað stéttarfélögum við að bregðast við verðlagskönnun. Þannig ef að það koma út einhverjar niðurstöður sem þarf að bregðast við, það þarf að setja þrýsting á okkur fyrirtæki eða eitthvað þess háttar, þá eiga neytendasamtökin að koma sterkir og vinna þá með stéttarfélögum til þess að skapa þá einhverja svona öldu í samfélaginu til þess að setja þrýsting á fyrirtæki. Já. Takk fyrir það. Næsta spurning er þess eðlis að hún gæti kallað á svolítið langar ræður. En ég ætla enn og aftur að biðja
frambjóðendur að vera í stuttorðir og þeir komast upp með þess að það gangi á punktverða. En það næsta spurning er þessi. Hvað þarf að gera til að bæta réttindi neytenda á fjármálamarkaði? Nokkur ykkar hafa nú aðeins farið inn á þetta, en nú gefst tími til að einblína aðeins á þetta. Guðmundur, mátt byrja. Takk kærlega fyrir. Og hefst náttúrulega. Fæ ég nokkra mínútur til þess að undirbúa svarið? Þannig að 2 mínútur kannski? Veitu hvað segir við? Hérna, bæta réttindi á fjármálamarkaði. Bæta réttindi neytenda á fjármálamarkaði. Já. Sem sagt, á fjármálamarkaði þá erum við að tala um húsnæðislánin og við erum að tala um hvað, yfirdráttarlán og þess aftar, eða ekki? Væntanlega, jú. Já, ég var nú, sko, það er náttúrulega margt í stefnu neytendasamtakanna um þetta. Hópmálsóknin sem hefur lengi verið hérna krafum og er nú að einhverju leyti orðin, held ég, réttarbót, en það má alveg bæta það allt saman. Það þarf náttúrulega að taka á hérna smálanunum. Ég setti nú í mínum punktum, áherslupunktum að þetta er í rauninni að bara banna smálanin. Það er alveg ótrúlega hvað þessum fyrirtækjum hefur tekið að snúa á Alþingi. Alþingi hefur sett lög um þetta og reynt að takmarka þetta en þú veist, þeim tekst alltaf að snúa sér hérna framhjá lögunum einhvern veginn. Ég held að það þarf að taka á, eins og ég segi, á þessum verðtryggðu lánum. Hérna, það til dæmis mætti takmarka rétt fjármálastofnana til þess að eiga verðtryggðar hérna, hvað kallar það, verðtryggingar jöfnuður. Þannig að þeir græða í rauninni á því að hvetja til verðbólgu, því að þá eiga þeir meiri eignir í, sko, nú er ég bara hann að náðu að fylgja við það. Þeir eiga meiri verðtryggðar eignir heldur en þeir skulda í verðtryggðu og þeir svona græða í rauninni á, sko, hérna, á því að ef það kemur verðbólguskot, sko. Þetta er svo sem kannski á ekki alveg beint við réttindi einstaklinga en þetta mætti til dæmis bara til þess að, sko, koma hér á eðlilegu fjármálakerfi að þá mætti til dæmis setja lög sem að banna þetta í rauninni eða setja svona ákveðin takmörk þannig að þessi ójöfnuð má ekki fara yfir ákveðið mark. Það er sem þetta er í fljótu bragði, sko. Takk fyrir það. Já, ég finna, já, eins og hefur komið fram, þá er ég mér mjög umhugað að við getum farið í alvöru hópmálssamfélag. Þessi málssamfélag sem okkur er boðið upp á núna er bara bjóða ekki upp á það. Þú veist, fólk þarf að hafa tíma, peninga og ég veit ekki að þetta er bara rosalega erfitt á meðan að umboðsmaður neytenda í Danmörku getur gert þetta bara fyrir ótilgreindan hóp fólks og þú skráir því þetta er opt-out en ekki opt-in. Bara skráir því úr málssamfélag frekar. Það er svona, já, mér finnst þetta bara mjög sterkt tæki og hérna, einmitt hvað varðar bara þessa verðtryggingu, þá er þetta náttúrulega svona tilraun sem hefur verið í gangi hátt í 40 ár og það er komið í ljós að okkur líkar frekar illa flestum og hérna það þarf náttúrulega bara samt bara svona stefnumótavinnu og svona umræðu það hvernig á að vinna með hana. Þetta er náttúrulega bara flokkarna mál heldur eins og að segja bara já eða nei. Þannig og hérna svona það er svona helsta sem að ég hef þetta að segja en bara neytendasamtökin þurfa náttúrulega að vera bara svona ekki að berjast gegn hérna auðvaldinu og fjárstyrkum sérhagsmunaaðilum sem að þau ná að lita einhvern umræðina svo mikið. Þannig að fólk sér kannski ekki stundum hvaða hagsmuni það hefur í raun og veru gegn þessum stóru aðilum. Takk fyrir það. Breki? Já, hérna, við þurfum að það er náttúrulega gífurleg fákeppni á markaði á fjármálamarkaði. Það er hérna, og ég held að sko okkar stærsta böl séu háir vextir á íslenskri krónu. Við erum að borga hérna 3–5% stigum hærri vexti af íbúðalánum heldur en frændur okkar í Færeyjum. Og að meðaltali skuldar hvert einasta heimili 12 milljónir í íbúðalán.
12 milljónir. Við erum að tala 300 til 600.000 krónur sem við Íslendingar erum að borga meira af lánum okkar heldur en Færeyingar. Og ég held að þetta sé sko eitt stærsta svona málið í hvað varðar réttindi í fjármálakerfinu. Og hvernig ætlum við að fara því að lækka vexti? Það er sko ótrúlegt að í gegnum eitt helsta sko stöðuleika tímabil, eins og menn vilja kalla það, sögunar, þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að lækka stýrivexti mikið niður fyrir 4%. Þannig að við erum að tala bara systematískan vanda sem heitir íslenska krónan. Og eitthvað þurfum við að gera til þess að breyta þessum systematíska vanda. Þakka fyrir. Já, ég mikið sammála reyka með þetta að stærsti vandinn hlýtur að vera þessi háu vextir sem eru hérna og við erum eftir hrun, þá var sett lög það að neytendur, venjulegt launafólk, þeir sem hefur tekið íslenskum krónum megi ekki taka erlend lán. Þannig að við höfum ekki aðgang að ódýrari vöxtum, lægri vöxtum. Og það þýðir það líka að íslenska bankakerfið er verndað fyrir samkeppni. Við sem sagt sættum okkur við það, hérna neytendur, almenningur, að vernda fjármálakerfið okkar ennþá með alla sína 10 milljarðar og 100 milljarðar í eigið fé og borga hærri vexti og þetta bara gengur svona áfram. Ég held að við þurfum að þarna þarf að fara að endurskoða þetta enda náttúrulega ekki vel í hrunið og einhverju leyti var verið að kenna því fyrir að fólk hefði tekið of mikið erlendum lánum sem var svo leiðrétt náttúrulega en það var kannski ekki hægt að ganga út af því að það er alltaf leiðrétt ef að koma fleiri áfall. En sko, sem sagt, þetta er bannað út af því að fólk er hægt áfall og það væri hægt að koma á gengisvörnum fyrir fólk þannig að ódýrum gengisvörnum þannig að við getum farið að taka erlend lán með ákveðnum gengisvörnum. Það þýðir það að við þurfum að borga svolítið hærri vexti en nágrannarnir ef við viljum hafa það þannig en ekki svona mikið hærri. Við getum trúlega náð svona 3/4 af vaxtamuninu sem að Breki greindi frá hérna sem er 300 til 600.000 krónur á ári sem að fjölskyldur sem fólk sem er að kaupa íbúðir er að borga. Þetta er stærsti vandi en svo þetta mér hefur nefna það að ég fór í bankun daginn og tók 5.000 krónur í peningum til að gefa barni í afmælisgjöf og þetta var í Arion banka og það ég býst þetta eins í öðrum bönkum af því ég var með peningan í Landsbankanum, það kostaði hvað 150 krónur eða 80 krónur eitthvað svoleiðis að taka þetta út. Mér finnst þetta ég að vera bannað og þetta er bara svipað á reikigjöldin með símana að það þarf bara að setja einhvers konar stopp á svona hluti þar sem þær eru verið að hagnast á því að við náum ekki samtækamættinum til þess að stoppa málið. Þannig að við þurfum svolítið hjálp við það. Takk fyrir það. Hvað þarf að gera til að bæta réttindi neytenda á fjármálamarkaði? Skildi ég spurninguna rétt? Já. Og þá vil ég nú bara svona aðeins benda á það þó að meðframgjöndin hér hafi haft ákveðna margt gott til málanleika að þá vil ég bara segja að það er spurt réttindi og það er freistandi að fara að tala stöðu eða kjör. En þetta er þrennt út. Og ég ætla bara að svara fyrst með almennu svari og svo ætla ég að gefa svona eitt smáatriði svona sem ákveðna hugmynd kannski inn í áframhaldandi umræðu. Mér finnst eðlilegt að neytendasamtökin og hér er samvinnu vettvangur fyrir neytendasamtökin og samtök launþega í landinu að taka höndum saman og reyna einfaldlega að vinna að úrbótum á öllum sviðum, lagasetningu, reglugerðum, starfsháttum, siðferði, ekki síst, að reyna að hafa frumkvæði af því að standa að breytingum á þessum sviðum, hugarfarsbreytingu, lagabreytingu, öllu það á milli. Nú það er eitt mál sem ég hef velt aðeins fyrir mér og
mér finnst vera réttlætismál. Það gerist oft að neytendur í samskiptum við einhver fjármálasamtök og finnast þeir órétti beintir. Þeir fara með málið fyrir úrskurðarnefnd fjármálafyrirtækja sem það mun heita og málið að úrskurðarnefndinni dæmt neytendanum í hag. En fjármálafyrirtæki gefur fullkominn skít í að fara eftir úrskurðarnefndar fjármálafyrirtækja og komast upp með það vegna þess að neytandinn ætlar að leita réttar síns í þessari stöðu, þá þarf allt að kosta til lögfræðinga, fá lögfræðiálit áður en hægt að setja málið í dóm, síðan að ferða í dóm og lögfræðikostnaður vex. Þetta ráða ekki venjulegir neytendur við, sem eru oft efnalitlir og þarna hafa bankarnir auk þess alltaf stöðu því þeir geta mætt lögmanni neytanda með öllu sínu lögmannsapparati og þarna þætti mér eðlilegt að komið yrði á gjafsókn til handa neytanda þannig að hann beri ekki kostnað af því að leita réttar síns þegar úrskurðarnefnd fjármálafyrirtækja búin að dæma honum í hag. Þá eiga bankarnir ekki geta unnið málið á því að drepa þau dreif, tefja það, vera með þóf og stóra yfirburði í lögmannsstyrk. Þetta svona eitt atriði sem ég sé að væri hægt að vinna til að bæta réttindi og stöðu neytenda á fjármálamarkaði. En það verður að taka þetta eins og mínir ágætu meðframbjóðendur hafa lýst. Það verður að taka á þessu heildartökum. Þetta verður að vera samvinna margra. Hversu öflug sem neytendasamtökin verða, þá ráða við ekki við þetta einu. Takk fyrir þetta og Ásthildur að lokum. Já, takk. Sem sagt, hvernig það þarf að gera til að bæta rétt neytenda á fjármálamarkaði? Stuttasvarið það þarf að fara að lögum. Það þarf að virða stjórnarskrárbundin réttindi og fara að lögum. Það stuttasvarið. Lög á neytendarétti hafa verið gróflega brotin hér á landi núna alveg frá hruni og það var náttúrulega innsiglað til dæmis með þessu svokölluðu Árnafólkslögum og þú nefndi það áðan Guðjón að erlend lán hefur verið leiðrétt. Í fyrsta lagi voru þetta ekki erlend lán, þetta voru gengistryggð lán og nei, þau voru ekki leiðrétt. Og það alveg á hreinu að það var ekki gert. Það var bara brotin neytendaréttur á mjög grófan hátt þegar lánunum var breytt eftir á sem bannað samkvæmt neytendarétti, mjög skýrum neytendarétti. Það stendur í 37. grein laga samningsrétt og neytendarétt að það sé bannað að breyta samningum eftir undirritun neytenda í óhag og þetta var gert. Það stendur líka þar að ef að eitthvað atriði samnings í ólögmætt að þá megi og eigi að fella það brott en það sé ekki leyfilegt að setja eitthvað annað í staðinn. Það var líka gert. Það voru settir á þessi lán afturvirkir seðlabankavextir, afturvirkir upp í 20%. Þetta var ekki leiðrétting. Þetta var rán hábjartan dag. Það ekki að segja það öðruvísi. Og það sem þannig að stuttasvarið það, en ég ætla samt að fá að tala aðeins lengur þetta skipti. Ljómandi. Neytendasamtökin berjast fyrir því að með öllum mætti að hagsmunir neytenda á fjármálamarkaði og sem og í öðrum málum séu alltaf virtir. Og þessu þarf að sjálfsögðu að fylgja eftir. Neytendur njóta verndar í lögum en því ekki fylgt eftir. Fjármálafyrirtækin, bankarnir geta bara gert nákvæmlega það sem þeir sýnist. Það ekkert eftirlit. Þeir brjóta svo gróflega fólki, þeir í rauninni setja fólki í þá stöðu að fólk veit ekki hver réttur þeir og það ekkert skrítið. Menn ég bara ekki hissa á því. Þangað til fyrir 2 árum, þá vissi ég það ekki, að það mætti ekki að þangað til eiginlega bara núna í fyrra. Þá vissi ég til dæmis ekki mætti rukka með 5. vexti. En ég með mál fyrir dómstólum núna út af því. Það munar 20 milljónum á kröfum bankans og því sem við erum búin að vinna í héraði, því sem við eigum að borga samkvæmt lögum. Það er þessi búin að taka marga svona, sem ekki hafa sömu aðstöðu og ég. Sem ekki hafa þá þekkingu sem ég hef og aðgang af fólki sem með þekkingu sem alveg yfirburða á þessu sviði. Og svo náttúrulega dómstólar dæma ekki einu sinni eftir ákvæði neytendanna. Þeir láta bara eins og neytendaréttur sé eitthvað á brauð. Og þeir bara láta eins og þessi ekki til, hunsan algjörlega og hafa síðan með dómi 471 árið 2010 þegar að
dómurinn út af gengislánunum, að þá hafa þeir verið bara harða hlaupum undan þessu og það er bara vonlaust fyrir neytendur að njóta réttlætis fram fyrir dómstólum. Dómstólar eru actually gerendur í þessum málum. Og svo eru neytendur sendið fram fyrir þá til þess að sækja rétt sinn á svokölluðum jafnræðisgrundvelli á móti bankanum. Þetta er alveg algjörlega fyrir neðan allar hellur og það eru komnar tölur það, komið bara núna fyrir örfáum vikum vegna fyrirspurn frá Ólafi Ísleifssyni sem að vannst þá fyrirspurn í samvinnu við Hagsmunasamtök heimilanna að það eru 10.000 heimili sem hafa verið tekin frá hruni af fjölskyldum. Að 10.000 fjölskyldur hafa mist heimili sín í nauðungarsölum og þá erum við bara að tala nauðungarsölunar. Vegna þess að við getum alveg fullyrt það að það er að minnsta kosti jafn mörg heimili sem hafa verið tekin með öðrum hætti með því að fólk var gjaldþrota eða samdi við bankan eða eitthvað þess að bara hreinlega skila þeim lyklunum. Og þannig að þú veist, bara varlega áætlað er þetta 15.000 heimili og þá er líka varlega áætlað þetta eru 45.000 einstaklingar. Og fyrirgefiði, þeir eru mörg búin að nefna fjármálamarkaði. Bara mér langar bara að spyrja, hvar hafið þið verið? Við erum búin að vera að berjast núna í 10 ár. Það hefur ekki heyrst múkk í Neytendasamtökunum út af þessu og það hefur bara ekki heyrst múkk í neinum. Það hefur enginn verið að berjast í þessum málum nema Hagsmunasamtök heimilanna. Og ef að fólk hér hefur virkilega áhuga á að að slagurinn sé tekin við fjármálakerfið á Íslandi, þá bara verð ég að segja, ég er eina manneskjan hér sem hefur reynslu í þeim málum. Ég veit hvað þarf að gera það, ég hef kunnáttuna og ég ætla bara að segja það, við höfum ekki tíma til þess að fá fólkinu Neytendasamtökin sem þarf að byrja á að læra. Og við skulum alveg hafa það líka í huga að það er kveðið á það í mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna að fólk eigi rétt til heimilis. Samt er búið að henda út fólki af heimilum sínum á svæði sem jafngildir öllum Kópavogi. Bara frá Kársnesinu upp í hæstu hæðir. Ímyndið ykkur bara Kópavoginn í rúst. Þetta er búið að gera fólki. Og bara með fullri virðingu að þetta er ekki mál sem er bara svona, kannski tökum við þetta. Þetta er bara mál sem skiptir máli. Það er bara fjölskyldur landsins, þeim bara blæðir. Og þetta er hryllingur sem er búið að gerast og það verður að taka þennan slag. Og svo ætla ég bara að leyfa mér að segja það að reynslan sem maður hefur fengið úr þessum slag, hún á svo sannarlega eftir að nýtast manni í slag, í því að taka slagi við aðra risa á markaði. Það er annað já, það verða að vera í boði líka skilvirk úrræði fyrir neytendur þegar árum er brotið. Það eru engin úrræði í gangi. Það er engin, vitið það að fólk sem lendir í þessu, það á engan rétt, ekki neitt. Bara bankinn segir eitthvað og þú segir þetta eru ólöglega kröfur, þetta er ekki lánin sem ég tók og sýslumaður bara borar í nefið og segir já, bankinn segir þetta sér rétt og bara gerir það sem á að gera, sem honum er sagt að gera af þessum völdum. Það er ekkert sem stoppar, það er enginn sem verði, þú ert algjörlega varnarlaus og svo er sagt, þú getur náttúrulega bara farið fyrir dóm. Frábært. Og við höfum séð hvernig það virkar. Þannig að ég ætla bara að leyfa mér að segja þetta hér. Þetta eru mál sem skipta máli, þetta er spurning framtíð Íslands, vegna við skulum alveg hafa það í huga að þeir eru núna búin að komast upp með þetta, þeir, stjórnvöld, bankarnir, hvað sem við viljum segja, í 10 ár. Það er verið að tala að næsta hrun sé framöndan. Ef að þeir ekki látnir taka þetta tilbaka, ef að þeir þurfa ekki að standa fyrir máli sínu og breyta þessu, hvað fjárhagurinn haldið að gerist þá í næsta hruni? Ástæður. Hver lendir í þessu þá? Við verðum aðeins að, já. Takk fyrir. Takk. Já, þakka ykkur fyrir þetta. Já. Þetta er það sem er komið að þessum spurningum, komið ljós að 5. spurningin var ekki frá frambjóðandann, þetta sleppinni. En þessi stað ætlum við að fara í spurningar út úr sal. Mér langar aðeins til þess að athuga, bara ef við bara rétt upp hend, bara þannig að sjá aðeins hversu margar spurningar eru í sal núna tilbúnar til framlagningar. Ok, það er ekki svo mikið ennþá, ég ætti þess að fylgja aðeins, en ég ætla að hafa þann háttinn á að ég vel spyrjanda. Það eru breskar þingreglur sem eru þannig að forsetinn bara velur þann sem hann hefur mestan áhuga á hverju sinni. Mjög áhugavert, ég mæli með því að fylgjast með einhvern tíma. En ég vel spyrjanda, vinsalast passi þetta sé spurning en ekki yfirlýsing eða tilkynning.
Ég endurtek spurninguna bæði fyrir streymið til þess að passa að hún sé skiljanleg, eða hún sé þannig að hún sé markviss. Frambjóðendur gefa mér síðan merki ef þeir vilja svara spurningunni og þeir byrja frambjóðendur að passa það að ég svona kinki kolli og horfi augun á okkur þegar þið byrja merki vegna þess að ég er bara ein manneskja á mjög bregður eins og dæminn sanna, þannig að ég þarf að passa að það komist til skila að þið viljið fá að svara spurningunni og ég ætla að velja frambjóðanda sjálfur að breskum hætti nema að ég ætla að láta það, ég ætla að gefa þeim sérstakt forskot sem að hafa talað minna í svörum við þessum spurningum þannig að í þeirri leitaðan að reyna að passa að allir hafi jafnt tækifæri til þess að koma sínum svona við. Og þá vil ég bara biðja að fólk með rétt upp hönd sem var með spurningar. Ég sá 3, 4 áðan. Þú minn, að byrja. Ég? Já. Já, Hákon heiti ég. Takk fyrir fundinn. Þetta er mjög gott framtak og ég er alveg sérlega glaður og að sjá hvað það er mikið efnilegu fólki hérna. Ég er með eina spurningu sem að ég tel að mjög margir kjósendur velti fyrir sér á komandi þingi og í aðdraganda kosningana og spyr ef að það er mögulegt að fá það algjörlega hreint frá hverjum og einu frambjóðanda hérna hvar hann stendur gagnvart margumræddri verðtryggingu og gefið sem sagt sína sína skoðun á henni hvort þeir ætla sér að hver afstaða þeirra er til verðtryggingunum og af hverju. Takk fyrir spurningin alveg nógu skýr held ég. Hver er afstaða frambjóðenda til verðtryggingar og hverjir telja sig þurfa að svara þessu eitthvað frekar? Ef enginn biður orðið þá bara gef ég einhverjum orðið sko. Og ég til að svara. Býta aðeins, afslutu. Bara drauma spurning. Hérna réttið hönd, þess sem vilji svara þessu, ok. Rán, ég ætla að gefa þér orðið fyrst. Takk. Já, ég Hver voru fleiri? eins og ég nefndi áðan, þá held ég þetta sé svona einhver tilraun sem að hefur ekki tekist vel upp og hefur komið neytendum illa á Íslandi og virkar ekki til verndar hagsmunum okkar. Þetta er eiginlega frekar markmiðið að vernda fjármagnseigandum en ég held að við þurfum samt að pæla aðeins í hvernig við afnumum hana. Ég held að markaðurinn get ekki græja þetta bara og þannig að ég er meira til í samtalum nákvæmlega hvernig við losnum við hana og svona, einhverja stefnumóta vinnu og það er svona mitt sjónarhorn. Takk fyrir það. Breki, gjörðu svo vel. Já, náttúrulega ég er hagfræðingur og samkvæmt teóriinu þá eiga óverðtryggðir vextir að vera hagstæðir fyrir neytendur og yfir sum tímabil vextir eru þannig reiknaðir að þeir eru áhætta á fé og þú getur ef þú tekur þetta er mismunandi áhættur, ef þú tekur eina áhættuna út fyrir sviga þá átt að vera ódýrari, það voru minni áhætta, minna gjald ef við segjum að vextir séu gjald fyrir peninga. Og teórían er þannig að ef þú tekur verðtrygginguna, verðtrygging er í rauninni bara trygging á því að breyting á verðlagi sé inn í vöxtum og inn í öllum öðrum vöxtum alls þar í heiminum þá er búið að gera ráð fyrir verðbreytingum eða rýrnun á gjaldmiðlunum. En eins og við vitum hér á Íslandi frá síðastliðin 80 ára eða síðan að við tókum upp mælingar á verðbólgu þá er meðaltals verðbólgan á Íslandi 16% og þetta en stundum er hún miklu minni og stundum er hún miklu hærri. Og þetta er svona rússíbanareið ef við horfum á línurit yfir verðbólgu yfir 60 ára tímabil þá er það eins og línurit og deyjandi manni og hún endar undan fyrir 10 ár hefur hún verið nokkuð svona flatline miðað við 80% í 84 og þetta gengisfellingarnar og allavega.
teórían þannig að verðtryggð lán eiga að vera lægri heldur en óverðtryggð lán, hagstæðari fyrir lánveitanda, fyrir lántakan. Skoðun mín á verðtryggðum lánum, ég skoðaði þetta svona fyrir 4 árum og ég skoðaði þetta aftur núna í fyrra, að yfir langan tíma þá eru þessi lán, þessi vextirnir á þessum lánum, eða raunvextirnir, vextir að teknu tilliti til verðbólgu, þá eru þeir ósköp svipaðir. Þannig að neytandinn er ekki að græða en hann er heldur ekki að tapa miðað við hvort lánu sem hann er að taka skiptir máli náttúrulega hvenær hann fer inn og hvenær hann uppgreiðslan og svo framvegis. En ég held að verðtryggingin sé bara einkenni, sjúkdómseinkenni, og ég held að við þurfum að fara dýpra til þess að greina sjúkdóminn, og sjúkdómurinn er, held ég, og ég er bara alltaf að verða sannfærðari og sannfærðari, þó ég sé taki það fram og ég hef ekki fundið sannleikann, ég er ennþá að leita hans, en ég held að það er eitthvað fundamentalt að íslensku krónunni, og það er fundamentalt að þegar að við getum ekki haldið stýrivöxtum Seðlabankans lægri heldur en 4% á mesta stöðuleika tímabili Íslandssögunnar. Þannig að þetta þurfum við að skoða. Við þurfum að skoða vaxta uppbygginguna alla fyrir sig og verðtryggingin er hluti af því að sjálfsögðu. Búinn. Ég get haldið áfram í allt kvöldið. Þú vil ekki segja eitthvað skoðun þína á verðtryggingu? Jú. Er ekki nýbúin að skipta skoðun? Ég skal segja eitthvað skoðun mína á verðtryggingu. Kannski eftir fundi. Ég er á því að ég held að fundamentalt sé hún slæm fyrir þjóðfélagið in the long run. En svona, og þess vegna verðum við að afnema hana. En ég sé bara ekki alveg hvernig við getum afnumið verðtrygginguna nema að fara að rótum vandann sem er hátt vaxtastig. Já, það er aldeilis. Kannski þú hjálpaði mér í því, Helgi? Já, ég vil helst ekki blanda mér í umræðuna, það langar rosalega mikið til. En ég ætla að bíða með það og gefa Jakobi orðið. Ásta var nú undan. Já, en hins vegar varstu búinn að tala minna og í ljósi viðleitan minnar til þess að allir komu sem jafnast af, að þá gef ég þér orðið samt. Það er búið að vera lengi baráttumál frá neytendasamtökunum að afnema verðtrygginguna og ég sé enga ástæðu til að breyta því. Við höfum öll séð einhvers staðar, ekki í okkar eigin lánapappírum, þá höfum við séð dæmi í fjölmiðlum það hvernig fólk er leikið á lánamarkaði með verðtrygginguna sem einhvers konar regluverk, og þetta er einfaldlega verkfæri til verri lífskjara sem á að afnema eins hratt og fljótt og vel og unnt er. Ég er ekki hagfræðimenntaður, ég get ekki sagt neitt það hvernig, ég get ekki útskýrt sögulegar forsendur, en ég hef séð hvernig verðtryggingin leikur fólk og hún á einfaldlega að hverfa úr lífi fólks. Já, það verður ekki mikið skýra. Guðmundur. Já, ég er ekki saman því að verðbólgan sé eitthvað svona einkenni þessa sjúkdóms eins og var sagt hérna. Ég held að þetta móti þá sé verðtryggingin að vissu leyti orsökin sjálfa, því að hún í rauninni, bankarnir fá í rauninni að fela vextina og í rauninni, gjöldin sem þeir rukka inn í verðtryggingunni. Þannig að ef að hún er afnumin, verðtryggingin, þá sjáum við bara svart á hvítu hvaða vexti er verið að bjóða upp á. Og ef að það verður slíkur skellur að bankarnir treysti sig ekki til þess að lána á Íslandi, þar sem að ég meina húsnæði er ótrúlega örugg verðmæti, þannig að í rauninni það er svo sérkennilegt að það þurfi að runga svona háa vexti af svona tryggri eign. Og ef að
þeir ætla síðan að fara að bjóða upp á lán á þá, hverju verður vextir þá orðnir 10% ef að verðtryggingin afnumin á morgun. Sko, það er boðið upp á óverðtryggð lán. Já, ég veit það, en ég er að skoða þetta núna að einn banki hér býðir til þetta óverðtryggð lán Þegar hann býður vexti, óverðtryggða vexti upp á 6,2% en verðtryggða vexti upp á 4,3%. En mér skemmtlast ekki þá verðbólgan í kringu 2,5% þannig að þetta er sko give or take sömu raunvextinir eftir allt saman. En vextinir eru það háir að flestir velja sér verðtryggð lána því að þau eru sko það er hægt að brúa afborganirnar á þeim á meðan afborganirnar fyrir flesta eru bara óháar á óverðtryggðum lánum og ef að bankarnir bjóða bara upp á þannig vexti þá hefur fólk bara ekkert efni á þessari vöru og það kaupir ekki vöruna og hvað ætla bankarnir þá að gera ef þeir sitja með vöru sem enginn vill kaupa þeir verða vantilega að lækka verðið á vörunni og sem eru það vextin þannig í rauninni sko eru bankarnir þvingaðir til þess að bjóða upp á betri vöru á markaði en þeir komast upp með það að bjóða upp á svona lélega vöru í dag og dýra út af verðtryggingunni og þess vegna er ég á móti verðtryggingunni. Nú er þetta komið til smá umræður, ég ætla bara að hafa þetta þannig að sá sem hefur talað minnst fær smá bríðir, ég kannski stoppa samt eða það er farið að skikja mikið á þeirra. Guðjón, má bjóða þér að segja þetta? Já, ég hef nú haldið að verðtrygging væri þar, ég maður þá tíð að fólk tapaði peningunum sínum, til dæmis amma mín, hún átti, hún veit aldrei krónu í nokkuð skarpaðan hlut og laði stundum peningin á banka og undir ævilok, sem voru þetta fyrir nokkuð löngu síðan, 70 eitthvað, að þá var ekkert inn á þessum bankareiningi. Og við munum eftir því líka að það var engin hvati til þess að spara peninga og það var fólk var í biðröðum hjá bönkunum að reyna að fá lán sem voru runni á verðbólgutímanum niðurgreidd og nú er þetta að vísu komið meira stabilitet í þetta allt saman og þetta langtíma von okkar er svo að við þurfum ekki verðtryggingu, fáum betri gjaldmiðil myndi ég nú telja aðalmáli og mér sé að Seðlabankinn hefur sett fram í skýrslu að það sé hagur í því fyrir okkur að skiptum gjaldmiðil og það er aðalmálið en auðvitað þangað til þurfum við að efla samkeppni og á fjármálamarkaði reyna að lækka vextina með öllum ráðum í raun og veru og ágætt pælingar sem að Helgi þarna var með í sambandi við hvernig verðtryggingin er reiknuð að það er ekki öll lán í raun og veru sambærilega þýleitunum til að fólk áttar sig ekki endilega á því hvað sum lán eru vond til langstíma litið þannig að það er ýmislegt sem að má bæta í þessu en ég tel að við hefum ekki að afnema verðtryggingu með lögum en það er gott að það er komið fram lán sem eru óverðtryggð og fólk getur valið en ég skil það samt og það er örugglega rétt að verðtryggingin hún í sjálfu sér hækkar eitthvað vextina ég held að það sé nokkuð til í því en ég held að eins og því miður að sé fórnarkostnaður sem að verður að vera af því að þessi krónan okkar er það lérett verkfæri að hún geti alveg farið úr böndunum einhvern tíma með miklu tjóni fyrir mjög marga ekki bara fyrir marga. Ég ætla að hleypa Breka að hún getur verið stuttum. Já, ok, ég ætla bara að segja það að þetta er ekki einfalt samspil, sko, bankarnir hækka ekki eru með háa vexti, þeir geta alltaf farið og lána Seðlabankanum. Seðlabankavextir eru svona grunnvextir í hverju landi fyrir sig og þess vegna eru stýrivextir svona mikilvægir að þeir eru stýra framboð og eftirspurn á peningum í kerfinu og ef við náum ekki að halda sko, stýrivextum, þeir eru núna 4,22% og það er svona lægstu vextir sem hægt er að hafa í samfélaginu þannig að ef að sko, hins vegar getum við hort á allt annað system til dæmis eins og að Seðlabankinn færi út í að lána alltaf 70% af fasteignaverðið eða eitthvað slíkt með einhverju smá að því sko
þetta nýja hagkerfi sem við erum að sjá, svona koma á hérna, og eru hérna við sjónarrönd, sko, það er verið að reyna að fækka milliliðum eins og hægt er, og bankakerfið, eða bankarnir eru raun og veru millilið sem voru nauðsynlegir fyrir 100 árum, en í dag er það, sko, ætti ekki að vera mikið því til fyrirstöðu að ég geti bara farið eins og hérna, bankarnir geta farið til Seðlabankans og fengið lán þar, af hverju get ég ekki farið bara beint til hans og fengið lán þar, og þannig myndi líka stýrivextir bíta miklu betur. Af því þá myndir alltaf, þegar Seðlabanki breytir stýrivextum, þá farið beint signal inn á hérna, bankareikningin eða inn á lánið þitt, hvernig þú að haga þér í fjármálum. Má ég aðeins tala Ömmu Guðjóns? Sko, ástundur, ég ætla að hleypa ástundu aðeins að, en bara aldrei til að haga að tala rosalega lengi áður en við þurfum að passa þetta. Ég var búin að tala mjög stutt ofta. Ég er með þetta allt hérna að skráða þér, en gjörðu svo þér. En það er náttúrulega eitt bara helsta baráttumál Hagsmunasamtaka heimilanna afnema verðtryggingu, bannana á lánum til neytenda. Hún á hins vegar að vera lánum á milli fagfjárfesta. Málið bara það að eignast húsnæði á ekki að vera fjárhagsspil og með henni allri áhættunni velt yfir á lántakendur og verðtryggingin kemur náttúrulega líka bara í veg fyrir eðlilega eignamyndun hjá fólki þegar í fasteignum þeirra og fjármálafyrirtækin hafa engan hag af því að halda verðbólgunni í skefjum og stýrivaxtarákvæðin bíta ekki eins og við erum búin að ræða hérna og svo náttúrulega líka skulum við hafa það í huga leiga, hún er líka verðtryggð þannig að hún myndi líka lækka ef þetta var gert. Við þurfum ekkert að fara inn eitt samtal, þetta er löngu ljóst, það þarf ekkert að ræða þetta neitt meira, það þarf að breyta einum lögum, það er mjög lítil breyting, ég man bara ekki númer hvað þessi lög en það er líka að þurfa að breyta 2 orðum í þeim, þetta er allt sem þar er pólitísku vilji og þetta snýst ekki heldur krónu, eða krónin eða ekki, það er alveg hægt að verðtryggja evru, þannig að ekkert bannað að verðtryggja evruna eða neitt þannig að, og ég sé nú bara fyrir mig kaosið ef við ætlum svo að fara að breyta öllum lánunum þar að þau gefur í evru. Þú veist, þannig að ég bara, það er að gera þetta og klára þetta og hagkerfið bara mun hafa betra fyrir allir. Takk. Guðmundur, örstutt, en svo langar maður að fara í næstu spurningu. Já, bara að því tengslu við verðtryggingun hafa komið inn á sko verðbólgu, hvað var mikið verðbólga hérna í eina tíð og vissulega, það þarf að hafa áhyggjur af verðbólgu eða passa það að hún verði ekki of mikið. En þegar við erum að tala að því hún nefndir ömmuðina, að ég svo sem kannski veit ekki alveg hvernig hún tapaði þessu sparnaði en það borgaði sig ekki að spara á sín tíma en það var ekki út af sko, það var bara því að bankakerfið var pólitískt. Menn dældu hér út peningum bankakerfinu sko í óhagkvæman rekstur og fjárfestingar, offjárfestu í landbúnaði, í sjávarútvegskerfinu og svo víðar. Það olli verðbólgu. Það var allt annað hagkerfi. Þetta var, já, allt annað hagkerfi þá heldur í dag. Þannig að bera þetta saman, kerfið sem var þá og núna, það er ekki hægt. Það hefur lagast mikið. Og, sko, af því að bankarnir eiga meiri eignir í verðtryggðar heldur en eiga skuldir, að þá er rauninni hagnast þeirra verðbólgu. Og það er bara stór hættulegt kerfi að hafa það þannig að bankar græði á því að það sé verðbólga í landinu. Nei, sko, meðan við þessa tímanýtingu þá höfum við sennilega ekki tíma fyrir meir en eina spurningu viðbútt. Við skulum reyna að tróða það tveimur. Réttum aftur upp hönd, allir svo með spurningu. Það vel þess að þarna. Ég var næst búin að gleyma spurningunni í verðbólgumræðunni. Herri, ég heiti Valgerður og ég er Pírati. Ég er með eina spurningu sem mér finnst mikilvæg og það er alveg eins og ríkið á að tryggja okkur þak yfir höfuð, þá á ríkið líka að tryggja fæðuöryggi okkar. Og Ísland er ekki að tryggja fæðuöryggi okkar eins og er. Við erum með handónýtt landbúnaðarkerfi sem er að setja peninga inn í að styrkja þá sem eru að framleiða kjöt og mjólkurafurðir en ekki pening í það að styrkja þá sem eru að framleiða grænmeti og ávexti og eins og þá erum við að flytja inn til landsins 80% af því grænmeti og ávexti sem við þurfum. Á meðan að við erum að henda 1/3 af því kjöti, mjólkurvörum og fiski sem við erum að framleiða. Spurning mín til ykkar hvernig ætlið þið að þrýsta á að breyta landbúnaðarkerfinu til þess að tryggja fæðuöryggi í þjóðinni? Já, hvernig hyggist þið breyta landbúnaðarkerfinu til þess að tryggja fæðuöryggi í þjóðinni? Það er aldeilis. Ég gefi mér merki hver hefur áhugað að adressa þessa. Rán, gjörðu svo vel. Takk. Ég
komandi frá Flúðum, þar sem að stór hluti af grænmeti framleitt, þá finnst mér þetta mjög áhugavert og og í rauninni, ég skil ekki til dæmis af hverju raforkuverð ekki niðurgreitt fyrir grænmetisbændur á Íslandi. Bara af hverju erum við að setja þetta í einhverja stóriðju og ég get alveg svo, ég byrja bara að svitna, sko. Mér finnst það rosalega stórt mál. Bara af hverju erum við ekki með af hverju erum við að flytja þetta inn, við ættum frekar að flytja þetta út. Það finnst mér það er heitasta málið. Hvað þetta varðar og af því að bara ég sé ekkert því til fyrirstöðu að við getum bara framleitt alveg rosalega mikið af grænmeti og ávöxtum og mér finnst að þetta sé mikilvægari af alls ekki allavega minna mikilvægur þáttur heldur en kjötframleiðsla og mjólkurframleiðsla. Já, það mjög það. Takk fyrir það, Jakob. Já, þetta gríðarlega stór spurning, Valgerður, og það alveg ofboðslega illa gert að þér þegar við erum á síðustu mínútum fundarins að varta þér fram. Því það alveg sama hvað maður reynir á stuttum tíma, svarið verður alltaf of lítið, of rangt og of ófullkomið. En mér langar til bara að nefna eitt örlítið atriði. Stefán heitinn Karl leikari barðist fyrir því síðustu ári sem hann lifði að stofnuð yrðu kálver og ekki álver. Öll þessi hugmynd segir í hnotskurn hvernig við eigum í rauninni að vinna að okkar fæðuöflun og þar með fæðuöryggi. Það líka annar flötur á þessum máli sem ég langar bara til að kasta hérna upp. Ekki af því að hann sé eitthvað sérstakt áhugamál neytendasamtakanna, það verður samt að hafa hann í huga. Við búum í ungu viðkvæmu landi og við erum núna þannig að okkar jarðvegur í mínus á hverju ári vegna landfólks og við erum að reyna að veikum mætti að efla að koma í veg fyrir það þannig að hér hverfi ekki jarðvegur á löngum tíma og maður takir nú eina kínverska tímalínu á það. En við verðum að taka á þessu, þetta á að vera daglegt verkefni neytendasamtakanna að huga að þessum málum til langs tíma alltaf. Við getum ekki reynt okkur á skammtímalausnir, það alveg rétt hjá þeir sem mér fannst nú búa undir spurninguðinni, það verður að breyta hér landbúnaðarkerfinu, það verður að breyta hér öllu fæðukerfi, það verður að breyta innflutningskerfi á mat, það verður að breyta matvælaframleiðslu í landinu. Þetta risavaxið verkefni. Ég held að við verðum að fá fleiri en bara þingflokk Pírata með okkur í það. Ég held að við verðum að fá alla þingflokka með okkur í það og vona bara að þeir skilji alvöru málsins. Þarna aftur komið samvinnuverkefni milli launþegahreyfingarinnar og neytendasamtakanna. Og það væri nú voða gaman að fá bændur að borðinu líka, ekki síst gróðurhúsabændur sem að vinna alveg rosalega flotta vinnu út allt land en njóta ekki sömu kjara á það. Þannig að ég tek bara undir hvert orð, þetta mál sem á að vinna. Og þakka þér fyrir að spyrja þessar spurningar og að því ég held að þetta verði mitt síðasta svar í kvöld, ég held að það sé nú bara ekki tími fyrir meira, þá langar mig til að þakka Pírötum fyrir að koma þessum fundi á, taka undir orð með frambjóðanda minns Breka. Með það, þetta bara flott framtak. Vona bara að margir hafa horft á þetta streymi og muni horfa á það fram í næstu vikum ef það hægt og mér langar til að þakka ykkur sem komið hér á þennan fund og nettuð að hlusta á okkur. Ég vona að við höfum verið svona pínu skemmtilega allavega og svo bara ætla ég að skora á ykkur öll að finna minnstakosti 40-50 manns til að mæta á þingið hvort sem það við tölvunnar heima eða í eigin líkama á fundarstað og kjósa sterka stjórn til neytendasamtökin. Neytendasamtökin þurfa þess með. Takk. Þakka þér kærlega fyrir þetta. Breki? Já, bara örstutt, það ágætar áherslur í málefnaskrá eða ályktun frá þingi neytendasamtakanna frá því 2016. Að því bættu vil ég líka, í þessu þurfum við líka að huga til þess sem á sjóndeildarhringnum sem það að við þurfum að styrkja bændur
sérstaklega og sérstaklega sko þá sem eru að fara út í svona lífrænan ræktun og allavega að draga úr styrk til milliliða eins og landbúnaðarkerfið fær 13 milljarða króna í styrki alls konar, það eru 15 en ég veit ekki og það eru ef ég man rétt 5.000 lögbýli ef ég man rétt, ég fór ekki að fara með það 3500, ok, 3 og 5 já, og ég hef ekki séð sko einn einasta bónda sem keyrir á einhverjum nýjum bílum eða er með bling bling út allt sko. Þannig að sko, þeir eru augljóslega ekki að njóta þessara styrkja sem þér ættu að vera að njóta. Takk fyrir það, Guðjón. Já, þetta verið mikið áhugamál enda í sveit og viðskiptafræðingur en ég hef aðalega verið að hugsa það að við erum að venda landbúnað okkar með háum tollum og innflutningshamlum. Við erum eina landi í Evrópu fyrir utan Noreg og Sviss sem eru ríkari löndi og við vendum mikið meira og það þýðir það, ég lagðist í útreikninga í sambandi við þetta ásamt Þórólfur Matthíassyni í háskólanum og það komst að því að verð á vissum þeim matvælum, kjöti, eggjum og mjólkurvörum, það ástum þá, er svona 35% hærra en það þyrfti að vera hér á Íslandi. Sumir myndi ekkert vilja að lækki sko, en það munar fjölskyldur í landinu svona, 4 manna fjölskyldur, eitthvað það byrja 100.000 krónur á ári ef við myndum fella niður tollana. Í staðinn þá ættum við að setja bændur á ákveðna grunnlaun sem að væru eins og gert í Evrópu. Það bara, ef þú ert virkur bóndi, þá færðu bara ákveðin laun og svo gerir það sem þú vilt. Þar með komum við á samkeppni eða virkjum markaðsaðgerðir og það talað beint frá bíli og alls konar svoleiðis. Þá fara bændur að hugsa, já, ætti ég að gera þetta, ætti ég að gera hitt, það er ekki kvótar og ekkert vesen og þeir bara gera það sem að þeir fá pínlítið aukalega. Það með hækka, þeir hafa grunninn og svo hækka þeir myndu ekki gera eitthvað sem þeir tapa á. Þannig að við getum ákveðið að þetta getur miðast við lögbýli eða eitthvað slíkt. Við getum ákveðið það að þeir hafa ákveðin grunn og svo bæta þeir hagstinn. Þar með myndu þeir fara að hafa það betra, bændur líka. En trúlega myndi þess að fækka, en það hvað sem er að gera. Það eins og við vitum með mjöltaþjóna og annað slíkt að þeir fækka mjölkubúunum og það stækka búin og þú kom svolítið að með moldina og þá ég að sama máli með það að lausaganga búfjár er skaðleg fyrir að mörgu leyti og eitt að banna algjörlega. Já, nú fór þetta allt bara Takk fyrir þetta, Guðmundur. Sko, já, ég tek nú bara undir það sem Breki var að segja áðan, sko, við sjáum ekkert sauðfjárbændur til dæmis verða mjög feita á okkur almennum neytendum, sko. Ég er ekki beint að svara þinni spurningu, ég biðst velvirðingar á því, ég bara þekki ekki nægilega vel verðmyndun á grænmeti og raforku til grænmetisbænda, þannig að ég get ekki svarað þessu, en bara svona almennt með neytendasamtökin, ég finnst þau hafa aðeins svo mikið svona stillt sér upp sem sko andstæðingar bænda og bændastéttarinnar. Mér finnst þetta að þurfa að breytast. Ég held að arðurinn sé einhvers staðar að verða til einhvers staðar annar staðar, það er í versluninni með óhóflegri álagningu eða eitthvað slíkt eða hjá milliliðum til dæmis. Það þarf að breyta kerfinu einhvern veginn þannig að landbúnaðarvörur verði þá allavega að gróðinn renni þá í rétta átt og vonandi að verði lækki líka leið. En mér finnst svona einhvern veginn að neytendasamtökin og bændur ætti alveg geta unnið saman á því. Takk fyrir þetta. Nú svo komið á eins og hverjum fundi að við höfum ekki tíma fyrir fleiri spurningar því miður. Það greinilega nóg að spyrja og nóg að tala en ég vona að þetta hafi verið góð kynning á þessum frambjóðendum og hafi þeir fengið að segja það sem þeir þurfa að segja til þess að þið getið gert upp hug ykkar í þessu framboði. Þannig að með hliðsjón af því að það nú minna en 4 mínútur eftir af tímanum og það tekur svona 10 mínútur svara spurningu þá tel ég óhugsandi að taka fleiri spurningar því miður. Það hægt að ræða þetta endalaust auðvitað en mér langar til þess að þakka ykkur kærlega fyrir komuna
og þakka ykkur fyrir hennar fund og þakka ykkur sem komið hérna líka og eru á streyminu og bara gangi ykkur öllum vel. Takk fyrir. Takk fyrir. Fundu og augnablik. Hvaða fólk hérna inni sem í að bjóða sig fram til stjórnar? Já, það góð ábending. Já, hvaða fólk það akkúrat hérna inni? Já, kannski standa upp bara og sína sig þess. Mér skilst það 40 manns. Það eitthvað nær 35. Já, og ef að gera eitthvað 10% þarna. Vil ekki kynna ykkur gott. Það var nú Það áhugavert að heyra það, sko. Hérna